Þá fjöllum við sterka og veika beygingu lýsingarorða og þið vitið líka að nafnorð geta beygst sterkt og veikt og ef þið eruð að skoða þennan hérna flokk á undan sterk og veiki beygingu nafnorða þá skiptir það einhver máli, ég fer í gegnum grundvallaratriðin í sterk og veiki beygingu. Við köllum það sterk og veika beygingu ef að fallbeygingu, þetta á við fallbeygingu. Þetta er náttúrulega orð beygjast í hérna nefnifalli, þolfalli, þágufalli og eignarfalli, fallorð, og við erum að fjalla fallorð hér. Þið vitið líka að nafnorð er aðalfallið og hin þrjú föllin kallast aukaföll. Og sterk og veik beyging fer eftir því hvernig orðið beygist í aukaföllum. Til dæmis, svo við tökum nafnorð, nú erum við ekki að beygja lýsingarorð, tökum nafnorðið úlpa. Hér er úlpa, úlpu, frá úlpu til úlpu. Og tökum síðan nafnorðið hestur, hest, frá hesti til hests. Það sem við köllum veika beygingu, það eru tvær leiðir til að lýsa veikri beygingu. Í fyrsta lagi er einkenni á veikri beygingu að öll aukaföllin eru eins. Þannig að ef að þolfall, þágufall og eignarfall er eins, þá er það veik beyging, en ef þolfall, þágufall og eignarfall er ólíkt, þá er það sterk beyging. En þið eigi líka að þekkja málfræðilegu skýringuna á sterk og veikri beygingu og hún einblínir bara á einn einasta staf, síðasta stafinn í síðasta fallinu, eignarfallsendinguna. Og sú regla hljómar þannig að ef síðasti stafurinn, eða síðasta hljóðið í síðasta fallinu, eignarfallinu, ef endingin á eignarfallinu endar á sérhljóða, þá er það veik beyging, en ef það endar á samhljóða, þá er það sterk beyging. Það er auðvelt að muna hvort tveggja, en náttúrulega auðveldara að muna að aukaföllin er eins. Þetta er dæmi veika beygingu og þetta er dæmi sterka beygingu. Og hér er dálítið mikilvægt atriði að þegar kemur að nafnorðum, að þá er hvert orð þannig að það hefur aðeins annað hvort veika eða sterka beygingu. Það fer bara eftir beygingu orðsins, hvort það er veikt eða sterkt. Sama orðið getur ekki bæði verið sterkt og veikt, en það er hins vegar ekki þannig með lýsingarorð. Lýsingarorð nefnilega geta bæði, sama lýsingarorð getur verið beygt veikt og sterkt eftir samhenginu. Ég skal taka dæmi. Hér er, nú setjum ég lýsingarorðið stór. Hér er stór úlpa stóra úlpu frá stórri úlpu til stórrar úlpu. Hér er stór úlpa, þetta er úlpa sem við erum að nota hérna með þessu. Stór úlpa stóra úlpu frá stórri úlpu til stórrar úlpu. Hvort er þessi beyging veik eða sterk? Við sjáum strax að aukaföllin eru ólík og við sjáum að eignarfallsendingin er samhljóði. Þannig að það fer ekkert á milli mála að þessi beyging er sterk. Það er samt ekki þannig að lýsingarorðið stór hafi alltaf sterka beygingu og til þess að sýna fram á það þá er ofboðslega lítið sem ég þarf að gera. Ég bæti einfaldlega bara greini aftan á nafnorðið og nú ætla ég að nota lýsingarorðið stór með úlpunni. Hér er stóra úlpan stóru úlpuna frá stóru úlpunni til stóru úlpunar. Og hér hefur það gerst að lýsingarorðið stór sem áðan beygðist sterkt er núna orðið eins í öllum aukaföllunum og komið með sérhljóða í eignarfallsendingu og það þýðir að þetta lýsingarorð er orðið veikt. Það er veik beyging þarna. Þannig að
Sama lýsingarorði getur verið beygt sterkt eða veikt eftir samhenginu og þetta samhengi eins og þið sjáið þarna og þið getið prófað á ýmsum dæmum að þegar ég bæti greini aftan á nafnorðið, þegar maður setur greini aftan á nafnorðið, þá veikist beygingin á lýsingarorðinu. Og ég mæli með að þið gerir nokkur svona dæmi og sjáið þetta í framkvæmd.